Það getur verið merkilegt hvað það sem að virðist vera lítil breyting í hugmyndum okkar getur haft afdrifaríkar afleiðingar. Þannig var að fram eftir síðustu öld þá var litið á fyrirtæki sem félagsleg fyrirbrigði. Það var horft til þess hversu mörgum þau veittu atvinnu, hversu mikla vöru þau framleiddu eða þjónustu þau veittu, hvort þau fluttu peninga erlendis og öflugu gjaldeyris og hvernig starfsemi þeirra efldi samfélagið. Og það var litið svo á að það veri grunnforsenda til þess að samfélagið geti staðið sig vel og eflst að fyrirtækin hefðu það gott. Síðan breyttust hugmyndir okkar hvað fyrirtæki og það var farið að líta á fyrirtæki fyrst og fremst sem eign eiganda sinna, eign þeirra sem hélt á hlutabréfinu. Og það var farið að meta fyrirtæki eftir því hversu vel þau stóðu sig því að draga upp verðmæti út úr rekstri fyrirtækjana og upp til eigandana. Hversu arðbærar voru, hver var arðsemi fyrirtækjana, hversu mikið þau skiluðu eigendum sínum. Og það sem við breyttum ekki eldri hugmyndum að fyrirtæki væri forsenda velferðar, þá fór samfélagið að hringsnúast þá hugmynd að við ættum öll í sameiningu að tryggja það að eigendur fyrirtækja getur dregið til sín sem mestan arð og mestan hagnað. Að það væri eiginlega hlutverk samfélagsins að efla hag þeirra og auka gróða þeirra og öll meginkerfi samfélagsins voru sveigð að þörfum eigenda fyrirtækja þannig að þau getur grætt sem allra mest. Þetta endaði náttúrulega með niðurbroti samfélagsins og mun enda með niðurbroti fyrirtækjana einnig. Því að þegar þessi einsýna hugmynd fyrirtæki þegar hún fær að vella áfram, þá leiðir hún til þess að við förum að meta það hvort við höfum að byggja upp innviði samfélagsins út frá því hvort að eigendur fyrirtækja græða á því. Við förum að hugsa til þess hvort við höfum að byggja upp heilbrigðiskerfi út frá þeirri hugsun hvort að eigendur fyrirtækja geti mögulega grætt á því. Og við förum að hugsa menntakerfið og veltum fyrir okkur geta eigendur fyrirtækja grætt á því. Og smátt þá verður öll samfélagsleg gildi hverfa og eiginlega eini tilgangurinn í að halda formlegu samfélagi á milli okkar til þess að þjóna eigendum fyrirtækja sem að vegna lögmáls kapítalismans verða alltaf færri og færri og auðuri og smátt þá verður samfélagið að einhvers konar hjörð sem hefur ekki annan tilgang en að auka gróða fyrirtækjaeigenda. Þangað stefnum við og að sumu leyti erum við komið þangað.